Velkomin í RED ljómandi mjúka byrjun árið 2026. Ég heiti Lilja Oddsdóttir og þekkir mig ekki. Ég er búin að vera að vinna með Young Living í 25 ár og ég kynntist Young Living olíunum í gegnum nám í náttúrulækningum árið 1997-8 og þá var ég leikskólakennar og leikskólastjóri. Ég kem úr sveit og hef alltaf haft ótrúlega mikið áhuga á öllu sem náttúrulegt og hreint og það vakti strax athygli mín að þetta voru svona einhverja ekta hreinar olíur. Árið 2007 þá stofnuðu við skóla, kennari minn sem kenndi mér náttúrulækningar, Farida Sharan og vinkona mín Gitte Larsen sem fer heilsumeistaraskólinn. Og árið 2008 þá var þetta alveg íslensku skóli og Farida Sharan steig til hliðar. Ég svona kendi mjög mikið ég kendi mest þessa líkamlegu heilsu, alls konar heildrænar meðferðir, böð og hreinsun. Ég hafði mjög mikið áhuga á að hreinsa líkamann. Líka kendi kjarnaolíur, þær eru líka svona sérstaklega mikið áhugamál og svo var ég með augngreininguna. Og augun eru þetta spegill sálarinnar meira en nokkuð annað en segja manni líka mjög mikið líkamann. Þannig ég hef svona, þetta hafi verið mín og þar var ljósmyndatæknin sem hjálpaði mér að vinna með augngreininguna. Þannig ég hef haft mjög mikið áhuga á heilsu, þetta hefur bara verið mikið meira en vinna mín, þetta hefur verið áhugamálið mitt. Þegar við erum að tala RED, því ég fór að bjóða upp á þessa RED áskorun, þá er það mjög margir sem að kannski, og ég tek eftir því hjá fólki, ég vil á yngra en ég og fólk að mínum aldri að það með alls konar heilsuvandamál og bólgur í líkamannum, það með orkuvandamál, hefur ekki góða orku og auðvitað heimurinn okkar alveg ótrúlega og yfirhlaðinn, það mikil yfirhleðsla víða. En þetta allt samspil, líkaminn og andleg líðan spilar öll saman og þegar við erum að horfa á líkamann sjálfan þá þetta bara taugakerfið og líka þá hvernig við hreyfum okkur og svona flæði líkamannum, efnaskiptin, orkubúskapurinn, allt innkirtlakerfið og svo það næringin og meltingin og úthreinsun, allt þetta hvernig við tökum upp, hvernig líkaminn vinnur sem skiptir rosalega miklu máli. Og svo þetta tilfinningahliðin, hún líka hvernig líður okkur, erum við ánægð við það sem við erum að gera, erum við ánægð við það sem við erum við í góðum samskiptum. Allt þetta ein heild, við sem manneskjur, við sem lifandi verur á þessari jörð. Þannig hver og einn þarf svolítið að líta bara í eigin barm, hvað að baki þínu heilsuleysi. Eða orkuleysi eða ef þú ert með eitthvað svona krónísk heilsuvandamál sem þarf ekki að vera. Ég drekk RED til að viðhalda minni góðri heilsu. En það það sem við gerum dagsdaglega sem skiptir mestu máli fyrir líkamlega heilsu, vellíðan og líka fyrir orkun okkar. Ekki hvað við gerum í einhverja nokkra daga, ekki hvað við gerum í einhvern mánuð, heldur það sem við gerum dagsdaglega alla daga ársins, allt árið kring. Young Living býður upp á alls konar fínar vörur, næringu, vörur til að hreinsa út líkamann, til að fæja þetta hylki okkar og svo þessar kjarnaolíur með ótrúlega fallegan tíðni og kraft og hafa líka áhrif á það hvernig okkur líður andlega. En það engin töfralausn, þetta ekki töfralausn, þetta ekki töfralausn fyrir neinn. En þetta gæti verið kannski byrjun á því að þú kynntist RED og þessum sem ótrúlega magnaður drykkur og svo hvernig RED blandan getur hjálpa okkur að vökva líkamann. Ég held að það sé mjög mikið atriði fyrir mjög marga. Það til alveg ótal vísindaransóknir úlfaberin til dæmis sem eru lykillinn í RED sáanum. Og Garjong skrifaði heila bók og það hvernig hann kynntist í raun og veru Ningxia dalnum í Kína, þar sem úlfaberin vaxa og úlfaberin eru
hafa verið notuð í kínverskum lækningum. Það er bara berin frá þessum stað, Ningxia-dalnum í Kína, sem eru talin vera ofurfæða. Það eru til goji-ber sem vaksa hér og þar heiminn. Ekkert af þeim nær að uppfylla þau skilyrði að vera talin vera ofurfæða sem úlfaberin eru. Og hérna bara listi yfir 24 ástæður fyrir því að drekka Ningxia Red og þetta byggir allt á einhverjum rannsóknum og hérna getur þú bara skoða, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt saman. Það sem að hann hefur náttúrulega mjög mikil andoksun, hann hefur ótrúlega mikið af alls konar vítamínum og efnum sem hann hefur hlutfallslega mikið af, sem eru góð fyrir bara stoðkerfið, fyrir blóðið, fyrir blóðþrýsting, fyrir blóðfitu, fyrir blóðmagnið. Nýlega heyrði ég sögu þar sem að ung stúlka fór taka Ningxia Red bara því hún var blóðlaus og það hjálpaði henni. Það er ótrúlega margir þættir sem skipta máli þetta fyrir lifrina, fyrir húð, hár og neglur. Það er nú kannski aðeins meira súlfúsa en þau fyrir að blanda Red, nú er ég komin aðeins fram á mér. Þessi maður, hann er líka kírópraktor, þetta er Bob Hackerton og hefur verið að kenna mikið Ningxia Red á netinu. Það er þetta svolítið gamla glærur. En þar talar hann að þetta sé svona makrónútríant, þetta er svona, þetta eru örsmá næringarefni sem við notum, vítamín, steinefni og snefilefni. Þetta er fljótandi næring, það skiptir máli að því fljótandi efni kosta ekki mikla úrvinnslu fyrir líkamann, þú tekur þetta mjög hratt upp. Þegar við erum með fasta fæðu þá fer alltaf ákveðin orka í að brjóta niður fæðuna. Þegar við erum með fljótandi mat þá er það auðveldara fyrir líkamann. Það er mjög mikil andoksun í þessu sem að spornar gegn toxískum úrgangi í líkamannum, bindur sindurefni. Sindurefni eru bara svona alls konar toxin sem að rugla frumurnar, brjóta niður frumur. Þannig að sindurefni verja frumurnar þínar og líka bústa ónæmiskerfið þitt. Fyrir heilsuna, fyrir hugsunina, fyrir efnaskipti. Það eru 4 kjarnaolíur, appelsína, mandarína, yuzu og lemon. Þær eru allar góðar fyrir blóðsykur, þær eru hreinsandi, fyrir blóðrásnið, fyrir ónæmiskerfið, þær eru líka andoxandi, þær eru detoxandi og uppliftandi. Sko, hversu mikið á maður að drekka af bara Ningxia Red, við tölum bara Ningxia Red grunninn. Gary talaði bara að lágmarksskammtur væri 60 millilítrar. Og ef þú hefur eitthvað orkuleysi, þá mælir hann með 2-3 skammtum af Ningxia Red, það er sem sagt 180 millilítrum á dag. Og hún vinkona mín og Þorgerður Eva sem hefur stundum þurft að vinna langa vinnudag, hún hefur stundum drukkið 1 flösku á dag, þá gefur henni orku til að halda út daginn. Það er náttúrulega mjög stór skammtur, en það er ekki takmark fyrir hvað við getum drukkið eitthvað sem er mjög gott fyrir mann. Líkaminn mun alltaf segja stopp ef þetta er komið nóg af vítamínum í líkamann eða eitthvað sem er ómikið af. Þannig að maður getur ekki drukkið yfir sig af þessum drykk. Þú þarft að finna hvað er rétt eða hvað þú þarft. Á þess að vera að horfa á hvað hann kostar, því hann kostar alls ekki mikið. Ef við skoðum bara hvað það er mikið sem þú færð í raun og veru úr svona litlum poka af safa eða skoti. Blóðsykur og ójafnvægi, allt þetta. Það má setja bara 1 teski í flösku af vatni til að efla vatnið. Þetta er grunnur að góðri heilsu. Dagleg neysla er grunnur að góðri neyslu sem er ómetanleg. En ég ætla að endurtaka það. Það er engin töfralausn og ég vil ekki tala um þetta sem töfralausn. Ég vil ekki tala um neitt sem töfralausn. Töfralausnin felst í því að gera eitthvað gott fyrir sig hverjum einasta degi. Sko, Red-blandan sjálf, þetta er hún. Þetta er sem sagt blanda af Ningxia Red. Hún er hönnuð af kírópraktor sem heitir Peter Minka. Þú getur hlusta á vídeó hans ég mæli með að hlusta á það. Þetta er enda mjög tæknilegt hjá honum. Maður fer út í svona tæknilega atriði af svona, hvernig efnaskiptin eru. Þú blandar þetta bara í tóma flösku af Ningxia Red. 30-60 millilítra af Ningxia Red. 3 hylki af súlfúsam í hver einastu flösku. Eða 1 teskið ef maður er með dufti sem fæst frá Bandaríkjunum og 3 dropar af lime kjarnaolíu.
Ef maður vill gera 2 svona flöskur þá getið þið bara haft 30 millilítra. Ef þú gerir bara 1 flösku þá mæli ég með að nota 60 millilítra í flöskuna. Þetta það sem þarf þú þarft að eiga Ningseret, þú þarft að hafa sulfosæm og þú þarft að hafa lime kjarnaolíu. Það hægt að nota aðra, lime best. Og núna Ningseret á tilboði í bréfunum og lime kjarnaolían nefnilega gjöf með áskriftapöntun í janúar 2026. Sko, hvað það sem að Ningseret gerir, sulfosæm og lime? Þetta vökvar líkamann, sko Pítur Minga talaði þetta, hann bara einhvern veginn komist niður á þessa blöndu og þetta hafi verið pínu töfra virkni, pínu magical. Að þetta vökvar líkamann, mikið bólgum og verkjum vegna þess að líkaminn okkar ekki vökvaður. Það kemst ekki vökvi inn í frumurnar eða það bara situr einhver vökvi inn í frumunum og líkamannum og það kemst ekki, og það eitthvað sem kemst ekki út, það oftast toxin sem komast ekki út úr frumunum, það kemst ekki meiri vökvi inn. Og svo erum við að drekka kaffi sem diuretic, þannig að missum vökva, en okkur vantar samt vökva, okkur vantar vökva. Það andoksun, rosa mikil andoksun í berjánum og það fiturleysanleg andoksunefni úr kjarnaolíu. Og svo það sulfosæmið sem MSM, methyl sulfate methane, og MSM mest selda vinsælasta bætiefni í heiminum í dag út af því að það hjálpar til við þessa hreinsun. Þetta glútaþæon vinnsla í líkamannum sem að hjálpar til við að detoxa og andoksun inn í frumurnar. Þetta inn á frumun heilsu, inn á grunninn. Sko, það til alls konar Ningsja pakkar. Ég mæli bara með að skoða Loyalty Rewards pakkan og vera í áskrift. Það langódýrasti pakkin. Sko, ef þú hefur ekki kynnt þér áskriftina, þá það bara endurgjöf og mjög mikil endurgjöf strax eftir 3 mánuði. Það farið 20% greitt tilbaka í vöruinneign af pöntuninni þinni. Þannig að þýðir bara að 5. hver skvísa eða 5. hver flaska sem þú kaupir endurgreitt. Þú færð það tilbaka. Eftir 2 ár það 25%, þá færðu 4. hverju skvísu eða 4. hverju flösku endurgreita á þinn sem inneign og þú getur bara keyptir meiri Ningseret fyrir inneignina þína. En annars hægt að kaupa 2 flöskur, hægt að kaupa 30 bréf, það hægt að kaupa 2 flöskur og 30 bréf, en í áskriftapakkanum eru 4 Ningseret flöskur og 30 bréf. Ég og dóttir mín höfum báðar verið í áskrift á heimilinu okkar og hún nýflutt út barnið, en við höfum alltaf keypt báðar svona pakka, að við drekkum bara svo mikið. Við heimilinu 3, ég, maðurinn minn og Snæfríður, drukkum bara alltaf svona kannski 6 til 8 flöskur á hverjum einasta mánuði og svo nota maðurinn minn og ég skvísurnar í gönguferðir og í ræktina eða sjósundið eða hvað sem við vorum að fara. Gott að taka, að grípa þetta með sér. Ég ætla aðeins að útskýra PV, hvað þýðir PV, að því PV skiptir máli þegar við lærum að nota Young Living búðina. PV þýðir bara Product Volume. Allar vörur í Young Living versluninni hafa PV, Product Volume. PV staðall eða verðgildi, mælieining. Hún oftast mjög lík því sem að vörurnar kosta í Bandaríkjunum í dollarum, en yfirleitt aðeins lægri í evrum. Eins og sjáu þarna sulfosæm kostar 41 evru og þetta inn á heimasíðunni okkar minni, þar sem 25% vaskur eða 12% vaskur á bætiefnum. Þannig að þetta með vaskinum og PV 35. Sulfosæmi PV sem 35. Þannig að PV skiptir máli þegar við skoðum kaupauka, fáum auka gjafir, eins og núna í janúar limeolían gjöf með 120 PV. Svo 190 PV, þá kemur sápa, 250 PV, kemur aminovæs og svo free sending með 400 PV. Mjög mikilvægt. Pantanirnar mínar eru yfirleitt alltaf 400 PV
og ég fær hraðsendingu. Men ég bara versla mikið, ég versla mikið í Young Living búðina vegna þess að Young Living búðin, þessi bóndi sem ég elska að versla við, að þetta er gott fyrirtæki, bara með vöru sem ég nota dagsdaglega, bara á heimilinu og alls konar bætiefni. Pífi skiptir líka máli þegar við söfnum þessari endurgjöf í áskriftinni, þannig að við söfnum þessum punktum. Hérna eru bara, það sést þarna efst á síðunni til vinstra hvað punktarnir eru margir og hérna er ég með loyalty point balance sem er 143 punktar. Þannig að yfirleitt á svona 3-4 mánaða fresti ég komið með 350-400 punkta og get keypt bara eitthvað fyrir þessa punkta. Búin að safna mér endurgreiðslu fyrir það að vera í áskriftina því ég fæ alltaf punkta hver einustu pöntun. Nú er ég ekki búin að gera janúarpöntunina mína, þá koma inn einhverju 120 punktar í viðbót af því hún er yfir 400 PV. Þannig ég komin strax núna í janúar verði komin með 200-300 punkta cirka. PV skiptir líka máli þegar við erum að vinna með Young Living og fáum laun, en ég ætla ekki að tala neitt um það. Læmolían er gjöf með 120 PV í áskrift í janúar. Læmolía og VAF 6 prufa. Þetta eru alla prómóvörurnar sem í janúar. Þú sjáu þarna 400 PV er frí sending. Það er alltaf mjög mikið af gjöfum og kannski ekkert alltaf sem að fólk hefur áhuga á þessum gjöfum. En auðvitað getur maður alltaf bara gefið frá sér eða þetta eru kaupaukagjafir eða prófað eitthvað nýtt. Það getur bara verið skemmtilegt og gaman. Þetta er líka vörur sem eru á tilboði. Það er Ningsared 30 bréfur á tilboð 10%. Sulfosæm ekkert á tilboðinu. Greens er ný vara. Þetta er eiginlega svona píl til undirbúa febrúar. Og svo Longevity Hilkin eru á tilboði buy one get one. Þá færðu þæmoljuna með sem gjöf. Longevity er eitt af því sem ég tek líka daglega. Þetta er svona gott bætiefni til að yngingar bætiefni. Og tilboð í janúar líka pakki sem eru 30 Ningsared bréf, multigreens bætiefnið og digest and cleanse. Þetta er líka, við viljum horfa svolítið fram á veginn og undirbúa okkur fyrir febrúar og mars. Balance Complete er svona fæðu staðgengill, próteinduft úr misupróteini, að 10% afslætt í janúar. Ég bara setti þetta þarna með til að sýna ykkur. Það er líka hægt að nota Ningxia Greens í smoothie til að gera drykki sem þá minna af svona alls konar aukaefnum, en í Balance Complete alveg ótrúlega mikið af ensímum, það eru steinefni, vítamín, en þetta er mjög unnin vara, en þetta eins og allt frá Young Living að bestu mögulegu gæðum, ekkert GMO rusl í þessu. Bara pínlítið bætiefni multigreens sem er ótrúlega fallegt bætiefni með 3 kjarnaoljum með líka spirulína og barley grass og þara, gott fyrir skjaldkirtilinn. Bara, þetta er ótrúlega fínt bætiefni sem ég tek gjarnan ef ég undir álagi. Digest and Cleanse er kjarnaoljur fyrir meltinguna, svolítið eins og Digest en aðeins önnur blanda. Og svo það Longevity og Thyme er gjöf. Thyme-olían ótrúlega sótturinsandi, hefur rosalega háa andoksun, góð fyrir lungu, tannheilsu, hormónaheilsu. Hún er nefnilega lúmst góð fyrir hormónaheilsu. Og svo það Ningxia Green bætiefni sem ég sýndi ykkur áðan. Hérna eru aðrir valkostir og hérna ég búin að setja loyalty pakkan inn á þessa mynd og sem sýn ykkur að það er lang ódýrast per einingu að kaupa loyalty pakkan. Þó svo að sé bara sniðugt að kaupa þetta Ningxia 30 bréf á núna því það er á afslætti fyrir þá sem vil ekki byrgja sig upp, sem ég samt mæli algjörlega með að byrgja sig upp. Það er líka hægt fyrir þá sem eru alveg glænýir og vilja prófa í fyrsta skipti að panta bara Ningxia startpakka. Og þetta saman, Ningxia Red og Ningxia startpakkin sem eru 2 flöskur, 30 bréf, og bæta við sulfosæm. Það er líka nitró í þessum pakka og 2 olíur. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega flottu pakki.
og þá kemur með sulfosulfosan, þá kemur læmolían sem gjöf. Þetta eru mjög góð kaup. Nitró fylgir með startpakkanum. Þetta er orka. Þetta er smá koffín og koffín og grænu te og það er ginseng, það er alls konar, mjög mörg B-vitamin, það er jóð, það er plöntunæring svona fyrir heilan. Ef maður þarf svona skerpu og orku, þá er gott að taka þetta. Hérna eru nokkrar sögur sem ég fengið bara Ningxia Red og Red drykkin, hvað það gaf fólki, bjúgurinn, þrotin, hann hefur minnkað, miklu minni bjúgmyndun og ótrúlega mun á húðinni, úthaldi mun meira, fennum mun á hára húð og neglum, miklu meiri lífsgleði, mikinn, ég hafði vökva forða, sagði Sólveig. Hún fór í göngu, langa göngu, hún hafði vökva forða. Neglurnar mínar eru sterkari, ég var orku meiri og léttari á mér að öllu leyti. Ég ætla aðeins til að segja ykkur frá henni Alison, vinkonu minni, sem var lent í mjög alvarlegu slysi. Hesturinn hennar sparkaði hann og trampaði ofan á henni, hún var eiginlega bara nær dauð en lífi. Það tók hana vel bara heilt ár að svona komast almennilega á fætur og hún segir það að Ningxia Red var hennar daglegi stuðningur sem að skiptir rosalega miklu máli í endurbata ferlinu hennar. Nú er hún alveg komin á fullt og að fylgjast með henni inn á Instagram. Sko, það sem er bara mjög merkilegt, í einu 60 ml skoti af Ningxia Red, svona bréfi, er mauk og safi, þetta er blanda af mauki og safa, úr 420 grammum af úlaberjum. Þetta er næstu hálft kíló. Þú veist, þegar við erum að bera saman verð, sem að þessi póki kostar 400-500 krónur. Við erum að bera saman verð á kannski kaupa ber út í búð eða einhverju svona sem maður kaupir í búðinni. Það getur maður að ég sé bara, mér finnst það bara augljóst að þetta eru ótrúlega góð kaup miðað við hvað við erum að fá mikið af næringu og næringu. Þetta er næring á svo mörgum sviðum sem að Ningxia Red gefur manni. Frumuheilsa, krabbameinsvörn, þetta er fyrir blóðið, lifrina, ótrúleg næring sem þú getur kynnt þér. Sko, Red áskoruninni þannig, þú getur bara að byrja þegar þú fengi efni við þinn. Nú er það svolítið vesen að veiruhúsið loka til 11. janúar, þannig að fyrstu pantanirnar sem fara 12. janúar, ef það er ekki hraðsending, kom ekki fyrir 25. janúar. Þannig að þið geti ekki byrjað fyrir bara í lok janúar á þessari 7 daga Red áskorun, en ég mæli svo bara með að halda áfram út febrúar og svo ætlum við að taka Ningxia áskorun í mars. Í febrúar verður meira áhersla á hreint fæði og 5 daga hreinsun, þar sem við tökum bara hreinsun með léttu matara í 5 daga, hægt að fara í svona meiri ristil hreinsun með jurtum í 30 daga og í mars verður svo áskorun, Ningxia áskorun, þar sem við drekkum aðeins meira af Ningxia Red í stuttan tíma, höldum við þetta áfram að borða bara hreinan og góðan mat til að byggja upp enn meiri orku og gleði. Hlakka til að sjá þig og vertu velkomin með okkur í Red, ljómandi Red